Velkomin á nefndavöldina á bikarúrslitaleik Jóhanna Karla milli sameiginliðs Keflavík Njarðvík og Fjölnis frá Bragarbóli. Nú verður liðið kynnt og við byrjum að liða heimamanna. Markinu nummer 1 stendur Sindri Kristinn Ólafsson. Nummer 3 Rúnar Þór Sigurgeirsson. Nummer 7 Ingimundur Aron Guðnason. Nummer 8 Tómas Óskarsson. Nummer 9 Hjalmar Orri Sævarsson. Nummer 10 Adam Árni Róbertsson. Nummer 13 Eiður Snær Gunnarsson. Nummer 14 Sindri Þór Guðmundsson. Nummer 17 Samuel Þór Traustason. Nummer 23 Benedikt Jónsson. Og nummer 24 fyrirliði liðsins Anton Freyr Hauksson. Varamenn Keflavíkur í markinu Andri Már Ingarsson, 5 Andri Þór Unnarsson, 20 Óðinn Jóhannsson, 21 Bjarni Hrannar Bjarnason, 28 Sigurbergur Bjarnason og þjálfari Unnar Stefán Sigurðsson og honum aðstoðar Ingi Þór Þórsson. Þá er við fjármögnumanna í markinu nummer 1 stendur Jökull Blænsson, nummer 2 Sigurjón Már Markússon, nummer 4 Dorje Tanil, nummer 6 Kristján Örn Markó Stosik, nummer 7 Gunnar Orri Guðmundsson, nummer 8 Ísak. Jæja, orðgóður, við erum velkomnir að Skjánum, Sport TV með ykkur hér á nettavellinum í Reykjanesbæ og hér er að fara fram bikarúrslitaleikur milli Njarðvík Keflavík, sameinaða liðið í öðru flokki gegn Fjölni. Ég heiti Freyr Brynjarsson og með mér er Hólmar Örn Rúnarsson, a.k.a. Bói, velkomin. Já, þakka fyrir það. Takk fyrir að hafa mig. Þetta er hörkuleikur sem við búumst við hér í kvöld, eða í dag segi. Já, ætti að vera það. Mér skilst að þessi lið hafi endað í 5. og 7. sæti í deildinni, en eins og oft hefur komið fram í bikar þá kannski skiptir ekki öllu máli hvað endaði í deildinni. Nei. Þessi lið hafa mættust þarna tvisvar í deildinni og það kannski fór ekki vel fyrir Njarðvík Keflavík. Nei, Njarðvík Keflavík tapaði báðleikjunum, 1-0 hérna á Njarðvíksvellinum í Njarðvík og 6-0 held ég á Fjölnisvellinum. Já, það er heldur hart að tapaði 6-0, svo nú vona að fari betur hér fyrir heimamönnum en bæði lið eru klár, kannski fara yfir byrjunarlið Njarðvík Keflavík, Sindri Kristinn Ólafsson í markinu, nummer 3 Rúnar Þór Sigurgeirsson, nummer 7 Ingimundur Aron Guðnason, nummer 8 Tómas Óskarsson, nummer 9 Fannar Orri Sævarsson, nummer 10 Adam Árni Róbertsson, 13 Eiður Snær Unnarsson, 14 Sindri Þór Guðmundsson, 17 Samuel Þór Traustason, 23 Benedikt Jónsson, 24 Anton Freyr Hauksson, varamenn Andri Már Ingvarsson, markmaður Andri Þór Unnarsson, Óðinn Jóhannsson, Bjarni Fannar Bjarnason og Sigurbergur Bjarnason, liðsstjórar Unnar Stefán Sigurðsson og Ingi Þór Þórsson. Já, félagsmönnum þá er nummer 1 Jökull Blænsson í markinu, nummer 2 Sigurjón Már Markússon, nummer 4 Dorje Tanil, nummer 6 Kristján Örn Markó Stosik, nummer 7 Gunnar Orri Guðmundsson, nummer 8 Ísak Leó Guðmundsson, nummer 10 Ægir Jarl Jónasson, nummer 13 Torfi Gunnarsson, nummer 14 Ásgrímur Þór Bjarnason, nummer 33 Ísak Atli Kristjánsson, nummer 35 Georg Guðjónsson. Leikur er hafinn. Við höfum aðeins yfir varamennin þá aðeins á eftir. Það eru Fjölnismenn sem að hefja þennan leik. Það eru ansi margir mjög sterkir leikmenn í þessu Fjölnisliði. Ekki 2 held ég sem hafa verið að spila svolítið með meistaraflokknum. Ég syns að Ægir Jarl þarna sé vanur að nummer 10 hjá Fjölni sé búinn að fá ansi marga mínútur. Já, ég held að þið séu með mjög spræka stráka, þó ég sé nú ekki alveg nógu vel að mér að því hverjir hafa verið að spila með meistaraflokknum hjá þeim í sumar. En ég veit að Dorje Tanil, ég held að ég færi rétt með ála, hann er markaðustur í deildakeppninni. Já. Sem var og hann lítur að vera nokkuð skæður fram á við. Það verður gaman að fylgjast með honum í þetta. Já. Fjölnismenn eru hér með boltann til að byrja með. Spila hér frá afturstu línu. Eru með mjög gott lið, spilandi lið. Hér vinna Njarðvík Keflavík boltann. Keyrir hérna upp að hægri kantinn. Og þetta er leikmaður nummer 9 syns mér. Ekki Fannar Orri. Nei, mér syns þetta nummer 8 Tómas. Fannar er hérna vinstra megin. Varnarlínan eru með 3 menn í afturslínu.
Síðan leifa bakvörðunum að keyra upp. Njarðvík Keflavík. Hann hérna, liggur hann aftur hérna. Hann, hver hérna í hægri bakvörðinum? Sindri hjá Keflavík. Já. Sindri Þór Guðmundsson, númer 14. Hægri bakvörður og Rúnar vinstri bakvörður. Já. Svo eru þeir hérna Benedikt Jónsson og Anton Freyr miðverðir. Njarðvík Keflavík. Það segja bæði liðin. Já, þú ert svolítið hlutræður þarna. Já. Það er ágætt að hafa einn Njarðvíking og einn Keflvíking þá til þess að lýsa þessu. Já. Fjölnir er líka mjög fínn klúbbur. Já, já. En þessi bolti endaði beint í höndunum á Jökli. Og Fjölnismenn hefja hér sókn aftur. Þetta er svolítið miðmóð hér í upphafi leiks. Já, liðin aðeins að þreifa fyrir sér og boltinn gengur svolítið í vörninu og svo kemur einn langur. Já. Hann Ísak Atli hér liggur hér mjög framalega sem bakvörður hjá Fjölnismönnum. Svo hann Torfi hérna við hliðina á honum. Svo reyna að rýna í þetta. Og þessi bolti langur fram. Og boltinn út af. Það er Sindri boltan bara að fara á og Njarðvík Keflavík á innkast. Og Tómas í barðunni og hér er brotið á honum. Já, réttilega dæmt. Aukaspyrna sem að heimamenn eiga. Já, þess maður geta að Tómas hefur svolítið spilað með meistaraflokk Keflavíkur í sumar. Byrjað nokkra leikina og verið að koma svolítið inn á líka og hefur staðið sér bara með prýði. Já. Spennandi leikmann þar fram fyrir Keflvíkinga. Já, þeir verða í fyrstdeildinni að ári. Náðu ekki að koma sér upp að þessu sinni. Erfið deild, inkassódeildin. Já, og Fjölnir ennþá í bullandi séns að komast í Evrópukeppni. Já. Fjölnismenn með ótrúlega fjölda iðkanda í gráanum. Já, og hafa verið að skila mikið af ungu strákum upp í liðið sem er vel gert hjá þeim. Já, það er vel gert. Hér eru heimamenn komnir. Kemur fyrirgjöf. Boltinn af Fjölnismönnum og það er Ísak Atli sem er að bæja hættunum frá. Rúnar náði að skalla boltan þarna en hann endar hjá Fjölnismönnum áttur. Hér er að Ísak Atli gerir hérna upp hægra megin. Það gerir hann, reynir að koma boltanum fyrir, gerir það með fínn bolti en aðeins svo fastur og það er markspyrna. Já, þessi aðeins og fastur Fjölnismenn konum með þrjáleikmenn inn í bóksið, tilbúnir að hýrða þetta dettur fyrir þá. Já. En þá svolítið svona þreifingar í þessu. Já. Það fara varlega í þessu heimamenn náttúrulega eins og við sögðum á hann að búin að tapa tvisvar fyrir þessu liði og það er, já, getur verið svona pínu sálrænt. Þeir verða að byrja hann að leik vel og má ég alls ekki hérna gefa færa á sér upphafi leiks. Adam Árni hér fremstur, duglegur. Keflvíkingarnir reyna að vinna boltan en Fjölnir heldur honum vel. Fjölnismenn svona byrjar að ná fleiri sendingum á milli sín heldur en Keflavík og ná svolítið að færa sig aðeins ofar á völlinn. Já.
Spurning hvort að Keflavík ná að tengja aðeins fleiri sendingar og koma svolítið fram á völlinn og fara að ógna þess marki Fjölnismanna. Ekki dæmt og dómaralegsins þá getur kannski að fara yfir það. Helgi Mikael Jónasson, honum aðstoð Gylfi Tryggvason og Þórður Arnar Árnason. Þeir hafa tögl og haldi yfir þessu. Fjölnismenn hafa á skipa, fjöldan allavega hafa landsliðsmönnum, 17 ára landsliðsmönnum allavega. Og þeir voru meðan hans með landsliðin út. Það er ekki síðast sumar. Þetta er örugglega stóðu sem er príði. Ísak Atli, Torfi Gunnarsson og Jordi Panik, held ég sé ekki gleyma neinum. Hér hættulegur bolti en þetta gerir Georg Guðjónsson fyrirliði vel, kemur boltanum í leik. Já, leysa vel úr þessu, ná komast yfir, færa boltan yfir á veikuliðina svokölluðu. Já, þessi bolti út af, hún er ekki að blæka á engast. Mikið miðjumóð en hér koma Fjölnismenn. Kristján Örn gefur boltan hérna út á Gunnar Orra. Gunnar Orri reynir að taka Rúnar á og fær hjálp þarna. Ísak fær boltan, kemur með fyrirgjöf hætti við, boltan aftur út á Gunnar. Gunnar reynir að taka hann á, kemur með fyrirgjöf, fínn bolti en þetta var Sindri Kristinn Ólafsson með allan tíman, vel staðsettur. Já, þetta var líflega gert hjá honum. Sendingin hefði mátt vera örlítið utar í teginn. Já. Rúnar, sýndist Rúnar aðeins koma við hann. Drapa aðeins kraftinn úr þessu. Og þá koma heimamenn. Anton Freyr með langa sendingu fram. Samúel í baráttunni, missir boltan, Ísak. Fljótur að vinna hann. Já, vel spilaði Fjölnismönnum og síðan kom sendingi þarna sem hefa geta splundra Keflavík. Hann hefur komið í líkil stöðu þarna þessi sending hefnast. Já. Fjölnismenn komnir hér á loka þriðjunginn. Hér kemur fín sending, Gunnar Orri með fyrirgjöfina og hér er dauðafæri hjá Fjölnismönnum. Hver var þetta? Þetta er vinstri kantmaður Fjölnis. Sé ekki almennilega númerið á honum. Þetta ekki númer 4, Jordi Panic. Jú, ekki. Mér sýnist það. Þetta var virkilega vel spilað af Fjölnir þar sem er náðu að færa boltana kantan á milli og endaði með flottri fyrirgjöf og þetta er eitthvað sem að ég myndi kallast nánast dauðafæri. Já. Þetta var mjög góðu færi. Þetta er eitthvað sem að þeir hafa verið að nýta sér núna á uppbóðsmínútu Fjölnismanna, að vera að koma upp hægra megin og koma boltanum fyrir. Þetta er, þriðja, fjórða sendingin fyrir. Þriðja, fjórða sendingin fyrir og þeir eru að fylla boxið bara ágætlega. Góðinu með 3 leikmenn alltaf tilbúna. Og ef þetta heldur svona áfram þá getur þetta endað illa fyrir Keflavík Njarðvík. Já. Barningur hérna hinum megin. Keflavík að spila skemmtilega út úr þessu. Tómas með fyrirgjöf. Já, hérna á bæjarhættunni frá í bili. Hérna var Torfi sem náði að skalla boltan. Og Torfi aftur með boltan. Kemur boltan upp í burtu en þetta var Ingimundur Aron sem að koma aðeins við boltan. Hér keyrir upp aftur hægra megin Ísak og Ægir með honum. Ægir tekur Rúnar á hérna, gerir þetta glæsilega, komin inn fyrir stöku skotið en vel varið hjá Sindra í markinu. Já, virkilega vel varið hjá Sindra og þetta var mjög vel gert hjá Fjölnismönnum
Þeir vilja sækja svolítið vel á vinstri bakur Keflvíkinga Rúnar og hann að fá litla hjálp finnst mér. Mér finnst það eins og miðjan og kantmaðurinn. Og hér skot en það fyrirgjöf. Sýndi Sindri bara ná aðeins að koma við hann. Já, máttu ekki. Þeir keyra þér upp. Hann ekki að halda þessu mín á hann Fannar Orri. Nú eru viðvörunarbjöllurnar farin að hringja vel hjá Keflvíkingum. Já, þeir þurfa að hjálpa hérna hægra megin. Miklu betur. Rúnar að lenda í pínum vandræðum og 1-1. Já, hann með mikið pláss þarna. Þeir eru svolítið að tíma ná hann en það virðist ekki verið að reagera liðsfélagar hans. Nei. Sindri kallar á þennan og tekur hann örugglega, kemur honum í leik. Anton Freyr aftur á Sindra. Benediktir á með honum. Eiður Snær kemur hérna niður. Hér kemur löngsending. Löngsending á Adam. Já, fínt skalli. Adam fær boltan aftur. Hvað gerir hann? Tekur skoti! Fínt skot en glæsileg markvarsla hjá Jökli í markinu. Ekkert að þessu skoti. Virkilega gott skot hjá Adami. Hitti hann vel og góð markvarsla. Já, hann þurfti að tegja sig vel í þennan. Þarna verðu Njarðvík Keflavík stórhættulegir og það er Eiður Snær sem að tekur þessa hornspyrnu. Eiður Snær með virkilega skemmtilegar spyrnur og horni. Já. Hefur skapað mikla hættu í þeim leikjum sem ég hef séð hjá þeim í sumar. Það er gaman að sjá. Já, hvað hann gerir úr þessu. Fín spyrna og hér er skalli og hvaða dauðafæri og þeir skora! Þeir eru búin að skora 1-0 fyrir Njarðvík Keflavík. Það er ekki Adam. Og það er Adam, sýnist mér öllu, Adam Árni Róbertsson sem er að skora. Já, eins og ég sagði á hann, þá er hann Eiður með góða bolta í hornunum og mér fannst hann, sýndist hann hafa fundið Benedikt sem að skalla hann á markið og Adam var fyrstur að bregðast við og hirti frákastu og kom honum yfir línuna. Glæsilega gert hjá Adam. Hann er að æfa með Njarðvíkingum í meistaraflokki, hefur verið að fá einhverja sénsa. Já, spennandi strákur. Já. Hann verið að gera fína hluti á öðrum floknum í sumar. Þetta var, eins og þú talaðir stórglæsileg hornspyrna hjá honum Eið Snæ og hún fór beint á kollinn á Antoni Frey. Benedikt. Það var Benedikt frekar. Já, Benedikt og hann kom smá klafs eins og þau kallaða og Adam eins og Eðalsender náða pótunum inn. Hér er dauðafæri hjá Fjölnismönnum og skot en beint í fangið á Sindra. Úff, Anton misti hann yfir sig þarna. Já. Það var eins og hann væri með hann. Hann las þetta vel, hann Fjölnismaður nummer 14, Ásgrímur, gerði þetta vel. Þetta var svolítið þröngt færi. Þess maður geta Benedikt, hann hefur verið drjúgur í markaskorun fyrir Keflavík Njarðvík í sumar. Ég held að sé komið 6-7 mörk og er markaðistu þar bara. Já. Hafsendinn. Já, ok. Þannig að hann er mjög hættulegur í föstum leikatriðum. Hann Benedikt? Já. Já. Já, hann sveif hérna mannahæst og kom boltanum inn í teginn. Já, þetta var Ásgrímur sem átti þetta færi. Ásgrímur Þór. Sjáum hérna Unnar vera að gefa Adami skipanir að keyra fyrir aftan vörn Fjölnismanna, bjóða sig þar. Já. Þess maður geta Eiður Snær, leikmaður Keflvíkinga nr. 13, hann er sonur hans Unnars, þjálfara. Já. Kemst hann í liðið út af því eða? Já, nei, ég held að hann komist nú í liða á sínum eigin verðleikum. Já. Og hér er aftur komnur hérna hægra megin Ísak með fyrirgjöfin en Rúnar sér við þessu. Það gerir Rúnar ágætlega. En það er svolítið mikið pláss þarna sem er að ná að nýta sér vel Fjölnismenn og það hefði ekki getað sagt neitt þó að Fjölnismenn væru búin að skora 1 mörk.
Já, hér hornspyrna. Hvað gera Fjölnismenn? Þessi spyrna góð. Hann Sindri nær að slá þetta. Var þetta ekki bara aukaspyrna? Ekki dæmt. Og það er Keflavíkur. Sindri dílaði inn á bolta ágætlega. Já, ná kýlan á þeim með hægri. Lendir svo á einhverjum Fjölnismönnum hann að. Nei, þetta var engin aukaspyrna það. Ja, fannst ekki. Markmenn, þeir eru Já, heilagir hann inn í teig. Það er oft dæmt á svona, en mér fannst þetta ekki neitt. Nei, þetta var svo mikið neitt. Það er rétt. Dómarleiksins með þetta alveg á hreinu. Hára Fjölnismenn lenda 1-0 undir. Fjölnir, þeir vinna í 16 leðinu, vinna Leikni 4-0, FH 7-4 í 8 leða. Já. Og svo móti Stjörnunni þá fyrst á leikur í framlíkingu eftir 1-1 og þeir vinna þann leik 2-1. Njarðvík Keflavík aftur á móti búin að fara ansi erfiða leið en býtur nú við. Hér eru Fjölnismenn með færi en Njarðvík Keflavík ná að bæja hættinu frá í bili og Sindri sem að Já, klöfulega gert hjá Fjölnismönnum. Ég held að þau voru konum með tök á þessum bolta. Já, en já, eins og ég segi, Njarðvík Keflavík hafa farið örlítið erfiðari leið. Þeir unnu Hauka eftir framlengingu, var 1-1 þetta venjuleg leiktíma, unnu svo 3-1 í 16 leða, í 8 leða móti Breiðablik. Þar var framlenging líka eftir 0-0 í venjulegum leiktíma, unnu svo 2-1 og í undanúrslitum unnu þeir svo Framar eftir vítaspyrnukeppni, framlengingu og vítaspyrnukeppni. Þannig að þeir eru búin að fara bikarleiðin að þessu. Já, þeir eru búin að fara svolítið langa leið í þessu, búin að þurfa að hafa vel fyrir því. En þess maður geta Fjölnismenn, þeir eru núverandi bikarmeistarar. Þeir slógu með þar á meðan hans Keflavík Njarðvík út í fyrra, tóku það í bakari 5-2 eða 5-3. Já, hver var að þjálfa þá? Þá var ég man ekki hver var þjálfari þá og það beskrifast ekki á hann. Nei. Ekki þann þjálfara. Þeir voru með gott lið í fyrra og þeir kláruðu bikartitillinn. Hér koma Njarðvík Keflavík, Adam með fyrirgjöfina. Dauðafæri, hér er dauðafæri! Skot og rétt framhjá en boltinn ennþá í leik. Þarna var það Fannar. Það var það Tómas sem átti þetta. Tómas, Adam átti fyrirgjöfina og Tómas var mættur þarna og mér fannst nú Tómas að gera betur þarna. Já, þetta enda eiginlega sem sending fyrir en skot. En góð fyrirgjöf hjá Adam. Já. Þá kemur Rúna getur kastað á hana langt. Langt innkast. Já, góður bolti og skalli Íslanda! Já, hann fór þarna rétt yfir. Ónamarkið. Já. Rúna Þór með nokkuð langt innkast. Já, fín barátta hérna hjá Njarðvík Keflavík á upphafsmínútum þessa leiks. Rúna Þór á ekki langt að sækja bakvarðar hæfileika. Bróðir hans Guðjón Árni Antoníusson sem hefur þjónað Keflvíkingum vel í meistaraflokki í knattspyrnu. Já. Taka við að bróður sínum bara. Já, það geti verið, hann taki við Keflinu. Guðjón, hann á 5-10 góð ár eftir. Já. Ég veit ekki, nokkur kannski. Hann á eitthvað eftir, já. Hann er ekki að leipa bróður sínum að strax. Nei, hann gefur honum það allavega ekki. Nei. Það var það heimamenn, Fannar, Orri hérna og Samúel. Halda boltanum Tómas. Aftur Samúel með skalla. Þessi bolti út af og Njarðvík Keflavík eiga innkast. Og ég ætlaði nú að skoða hérna. Ekki 20 mínútur liðnar að þessu, 21 mínúta. Við erum ekki með sjáum ekki hérna töfluna. 20 mínútur liðnar, já, þetta er alltaf á dagskrá, alltaf á schedule. Við hérna úti í blíðunni bara að lýsa þessu. Það er ekki oft sem að svona blíða í Keflavík, eða hvað? Já, ég verð að vera ósammála. Það er búið að vera óvenju gott í ár. Ég sé þessi ekki alltaf blíða hérna, en það er afskaplega gott núna og völlurinn er góður. Já, hann er flottur. Nýbúið að taka upp grassið og gera hann betri. Það er tiltölulega nýlega síðan. Já. Hér er innkast sem að Njarðvík Keflavík á frábært innkast, hér langt innkast, vel inn í teginn hérna. Adam kemur boltanum yfir á Tómas. Hvað gerir Tómas núna? Hann fekk færi á hann. Kemur boltanum, reynir komin fyrir og varðamenn Fjölnis ná að bæja hættinu frá.
Það var Þorfi sýndist mér. Adam hélt vel í boltan þarna. Það hefði mátt koma hlaup frá okkur miðjumanni til að Adam geti lægt bara í skot fyrir hann. Það var nóg að plássið þarna. Það var hornspyrna, stórhættuleg hornspyrna. Þeir fengu mark úr hérna síðustu hornspyrnu. Já, hornspyrna á stórhættulegum stað eins og Jú. Hann sagði hann Bjarni Fjell, minni mig. Það er hornspyrna á hættulegum stað. Hér aftur nákvæmlega eins og þarna var Benedikt ekki langt frá því en Fjölnismenn mættur þarna. Já, Fjölnismenn náði að skalla hann boltið burtu og þetta vel gert. Já, Rúnari. Já, Rúnar las þetta vel. Löng sending fram. Skalli. Adam tekur boltan niður. Já, gerir þetta vel, heldur boltanum. Tekur hér 2 á en ekki dæmt. Gunnar ósáttur þarna. Mikið pláss hérna hægri vagnum. Vel spilað. Hér Það færi bara dauðafæri. og frábær markvarsla hjá Sindra. Þarna var Jordi Banik kominn einn í gegn og þessi bolti fór bara í andlitana, fór að fylgja hann eftir með fætinum eða eitthvað. Já, hvort það var boltinn eða hvort hann endaði á honum. Ég sá það nú ekki alveg nógu vel en Jordi Banik að gera vel, kemur að vinstri kantinum og er duglegur að finna sér pláss annarkvort fyrir aftan vörn Keflvíkinga og Njarðvíkinga eða þá að koma bara hérna alveg yfir á hægri kantinn og finna sér pláss. Sindri gerir vel með að hérna koma út á móti og ná að loka á hann. Já, það er verið að hlúa að hann Andri Már Ingvarsson farin að hitta upp. Markmaður Njarðvík Keflavíkur. Ég hugsa nú að hann jafnir sig á þessu. Líklega fengi boltan hann bara í andlitið. Eða nei, þeir eru að huga að fætinum á hann. Já, hann hefur snúið sig. Já. Það var slæmt fyrir það að missa Sindra. Já, út af. Hann er búinn að vera öruggur núna á upphafsmínútu þessa leiks. Já, Sindri hörkumarkmaður. Hann stendur þetta af sér. Gerir ráð fyrir Unnar með töfravatni þarna inn á sýnist mér og það virkar oft vel. Já, þeir eru eitthvað Það vantar allavega ekki færin í hennar leik. Nei, þetta er bara hörkuleikur. Bara nokkuð líflegt. Já, hann haltrar hér. Það er ekki gott að vera að fá hornspyrnu á sig að markmaður nýbúinn að meða sig. Sjá hvað þeir gera hérna. Fjölnismenn með hornspyrnu á hættulegum stað. Stórhættulegu. Já, og þessi bolti, aldrei hætta boltinn út af og í innkast. Varnarmennir á heimamönnum náðu að skalla þetta. Og kemur langt yngar sýnist mér. Já, hérna Sigurjón Már Markússon tekur hátt og langt innkast. Þetta er mjög langt. Já, og hér er færi en þessi bolti út af. Já, náðu ekki að hitta hann alveg nógu vel. Nei, þetta er ekki Ásgrímur sem átti þetta skot. Eða Gunnar Orri, sýndist mér einhverjum að pota þessu hana. Sá það ekki alveg skiptir ekki öllum máli, það varð ekkert úr þessu. Þá koma Njarðvík og hefja sókn. Anton tapar boltanum á stórhættulegum stað og þeir keyra hérna upp. Og Ægir heldur boltanum. Kemur boltanum áfram þessi bolti inn í teginn en þetta gerir Anton Freyr vel. Anton var svolítið auðleysinn hérna í sendingunni og Fjölnismenn gerðu vel. Já, en hér er allt opið að miðsvæðis. Hellingstíma hér hann Samúel. Kemur boltanum á Tómas. Tómas aðeins að fljótur á sér hérna. Og þeir tapa boltanum. Nú er þetta að byrja að opnast aðeins, það er byrjað að slitna þess á milli. Já. Varnar og sóknar hjá báðum liðum. Þetta er svolítið fram og tilbaka. Já, Rúnar. Síðustu mínútur. Fannar Orri. Kemur boltanum á Adam. Og Adam heldur þessu bolta eða hvað? Nei. Jú. Hann heldur honum, vel gert hjá honum. Og svo kemur hann boltanum áfram. Og Fjölnismenn vinna þennan bolta á lokum. Gunnar Orri. Kemur honum á Ásgrím Þór sem að
er vel með bolta, reynir svo stingur hann inn og Ægir nær því. Ægir reynir að taka boltan niður en nær ekki að halda boltanum. Samúel, nei, Eiður Snær segi ég. Lendir í vandræðum hérna og boltinn út af. Já, mistur hann langt frá sér og senda hann í innkast. Hér vilja heimamenn fá aukaspyrnu, ekki dæmt nema innkast sem að Fjölnismenn eiga. Það er að aukast í stúkunni hérna. Já, þetta er bara eins og góð innkastjó Góð- leik hjá já. Keflavík. Já. Ekki bara öllu fleiri hérna með síðustu umferð. Jú, hugsa það. Og þessi bolti Já, Adam. keyrðu fram. Adam stórhættulegur en það þrýstir hérna á varnarmennina Fjölnis en hinn á að bæja hættunni frá. Fannar boltinn út af, innkast sem Fjölnismenn eiga. Já, Fjölnismenn eiga þetta hárrétt. Gunnar Orri stingur hann inn vítu, og hann tekur enga áhættu, hann Benedikt og spyrnir boltanum í hotspyrnu. Já, þetta heldur bara fram. Gunnar Orri er að valda miklum usla þarna á hægri kanti Fjölnismanna. Já. Já, þeir eru að fá hérna sínu þriðja eða fjóruðu hotspyrnu í fyrri hálfleik. Keflavík búinn að fá 2 og skora 1 mark úr skoruðu fyrstu hotspyrnunni sinni. Hér kemur sendingi fyrir Kristján Örn með sendingu. Þetta er glæsilega gert hjá Sindra. Vel gert hjá Tekur Sindra. þetta örugglega og neglir hún svo fram hérna. Og þar býtur nú við. Nei, þessi bolti endar í höndunum á Jökli sem að gefur boltanum á Ísak Leó. Fljótur að koma boltanum í leik. Sigurjón tekur við boltanum. Þeir eru fljótir samt að pressa hér Keflavík og þessi bolti í innkast. Góð barátta í heimamönnum í dag. Já, Adam er búinn að vera grimmur þarna frammi og er að tarfast. Gefur varnarmönnum Fjölnis lítinn frið. Já. Koma þeir upp Fjölnismenn. Torfi. Fannar með góða varnarvinnu þarna. Ísak Atli tekur þetta innkast. Stela nokkrum metrum. Þetta er svona regla í fótbolta sem bara, við skulum ekki leyfa þetta núna en svo kannski næst þá. Það tekur hann alveg 5 metra. Stundum nennir dómarinn ekki að taka slaginn. Nei. Þetta eru ykkur örfáir metrar. Þessi bolti fara inn og innkast. Unnar duglegur á bekknum að hvetja sína menn, eru 1-0 yfir. Og standa ágætlega vígi. Fjölnismenn hafa reyndar verið hættulegir hér í fyrri hálfleik líka. 30 mínútur liðnar. Hér er Tómas. Missir boltan aðeins frá sér. Innkast sem að Fjölnir á. Þetta innkast pínum á samt en hann leiði það. Þá koma Kristján á Ægi. Ægir gerir þetta glæsilega. Og hér á Ísak sem er á móti Rúnari. Gunnar er með honum. Allt og lengi að þessu hann Ísak. Já, góð vinslega á Fannari þarna. Kemur og hjálpar Rúnari. Já, og brotið á honum. Já. Já, vel gert hjá Fannari. Ísak hefði mátt nota þarna Gunnar. framhjálpi á Gunnari. Alveg klárlega. Það er reynsluleysið þarna að segja til sín. Hér er spyrna. Góðu skalli hjá Adam. Tómas reynir að pressa þarna. En Sigurjón kemur boltanum fram. Keflavík fljótur að vinna boltan aftur. Eiður Snær. Tómas reynir að stinga honum þarna. Ætlaði að senda á Ingimund Aron en þetta var ekki nógu nákvæm setting. Það var það Ísak Leó og Ísak Atli. Þessi bolti út af og allir vilja eiga þetta innkast. Það er Fjölnismenn sem fá það. Ægir reynir að koma boltanum áfram. Þetta er bara beint í
hangið á Antonum Freyr sem kemur boltanum fram. Boltinn aðeins að fá að fljúga hér. Og félagsmenn halda hér boltanum. Reyna að byggja upp sókn, eru 1-0 undir. Nú verða að heimamanna að halda þessu og bæta við. Fjölnir eru góðir að halda boltanum og skapa pláss á. Hér er Adam. Nei, þetta var alveg skelfilega gert hjá Ísak Leó. Hann glýr boltanum bara út af. Já. Já, eins og ég segi, Fjölnir eru duglir að láta bolta ganga og finna svo pláss inn í miðjunni. Battan tilbaka og koma út í kantinn og þannig að þeir verða að fá sínar hættulegustu sóknir og þeir gera það bara nokkuð vel en svo þarf bara að fara að binda endanútinn á sóknina. Já. Vel kastað út hjá honum hana. Jordi Panik snöggur en Tómas er sneggri, vinnur þetta. Boltinn, þarna hefði Adam getað tekið hennar bolta, bjóst ekki við að hann færi gegn hana. Gunnar Orri, hann er út allt. Við erum að spila hér, já, við höldum vinstri kant en hann er fljótur að koma sér inn í boltan hérna á miðjunni. Já. Hann býður boltan hérna, Ægir Brotlegur brýtur á Eðsnæ. Eiður sýnir mikla reynslu að þarna, fljótur að koma sér niður, fann smá snertingu og fiskar aukaspinnu. Það kemur löng sending fram. Fannar skallar hann. Aftur skallaði boltanum, hann Samúel í barðunni og hér koma félagsmenn Gunnar Orri. Hann er að reyta samherja. Áskrumur með honum að Gunnar Orri fyrir hendinu miðjuna og fær aukaspyrnu eða hvað. Rúnar Brotlegur. Já, Gunnar er búinn að skapa mikið nusla þarna. Rúnar vildi meina að þetta hefði ekki verið neitt. Dómarinn á öðru máli. Hér er aukaspyrna á ágætis stað fyrir félagsmenn. Við góðan spyrnumann. Þrjátíu og 5 mínútur liðnar af fyrri hálfleik. Og staðan 1-0 fyrir Njarðvík Keflavík. Glæsilegt mark eftir, glæsilegt kannski orðum við ekki, en vel gert, gott mark. Var í smá klafs í tegnum og Adam náði að pota honum inn eftir flottan skalla frá Benedikt Jónssoni. Hér er Gerfi, býtur nú við. Þeir verða að taka þetta aftur. Það kom einhver leikflétta. Georg og Ásgrímur var þarna með einhverja leikfléttu. Já, þeir hafa hljóta hafa verið búin að æfa þetta eitthvað. Þeir fara nú alla að taka þetta aftur, eða hvað? Nei. Það er kannski aðeins svo fyrirsjáanlegt. En það ætlar enginn að dekka leikmann hérna utan á. Nú var það Ásgrímur með skot og það er bara vel yfir inn í sláturhúsið. Sindri tekur sér góðan tíma í að taka þetta útspark. Lendi smá hnjaski á ökla, virðist vera búin að jafna sig á því. Þetta er hárbolti og enginn í félagsmaður nálægt þarna. Nei, Samúel er búinn að fara upp í 2-3 skallægin við það sem hann hefur haft nóg pláss og mér finnst nú bara liðsfélagarnir að segja hjálp honum og tala við hann og segja hann sé einn. Já. Þarna var færi, nei, þetta er stórglæsilegt mark. Frábært mark hjá félagsmönnum og var þetta Jordi Panik sem að skora þetta mark. Mér sýndist það, ég er ekki alveg viss en þetta var hrikalega vel gert hjá honum. Tjekkað inn á hægri fótinn og smelt honum upp í fjær hornið, eða ekki? Jú, alveg upp í fjær hornið, óverandi fyrir Sindra.
Já, þetta var Jordi Panik. Hann panikar ekki þessu, drengurinn. Nei, ekki Og þetta setta þarna stórglæsilegt mark á 37. mínútu. Og staðan orðin jöfn 1-1. Já, þetta var klaufalegt hjá Njarðvík Keflavík að gefa honum þetta skotfæri. Fekk nógan tíma þetta. Já, vekk nógan tíma og hérna, eins og við tölum án meðan skallan sem að Samúel er alveg einn með. Já. Það var óþarfi, að manni fannst. Já. Það var engin, hann náði ekki svona skallan almennilega, hún fannst eins og einhver hefði verið í bakkinn á sér. Já. Við verðum að tala, láta vita. Spurning hvaða áhrif þetta hefur á heimamenn. Fínn langur bolti hérna. Gunnar heldur honum inn á. Rúnar nær að koma út fyrir. Spurning hvort að Fjölnismenn taki langt engast eins og hinum einn. Já, Ísak Atli. Hann ætlar að reyna fyrir sér í því, nei það er stutt. Og fær boltan aftur, kemur með fyrirgjöfina og það er Anton Freyr sem að bæir hattinu frá. Það verðist að allir geta að kasta langt í þessu í dag. Já. Ah. Það er gott vopn í þessu. Komum boltanum í teginu, boltinn í hendi eða eitthvað á Samúel hann. Já, mér fannst nú Fjölnismenn ekki vera að biðja neitt þannig að... Hann settur á hendina að sér. Já, ég held hann að fengi hann bara í kassan. Það var á markspyrna Sindri Kristinn Ólafsson. Tekur þessa spyrnu. Jökull Blængsson í markinu hjá Fjölni, hann spilaði með Njarðvík í fjórðaflokki, sýnst mér. Ingi Þór hér, aðstoðarþjálfari, var að tala um það. Hann hefði verið með hann. Já, þið Njarðvíkingar eigið alla. Er það ekki? Jú, þetta er tilkall. Þetta er náttúrulega bara hjálega, þú veist það. Já, jú. Þá er það boltinn vel út af hér. Rúnar bæir hendinu frá. Og Ísak tekur langt hérna á Ægi. Þetta er Anton sem nær að skalla boltan. Samúel kiksar en Njarðvík Keflavík nær að halda boltanum innan liðsins. Benedikt kemur boltanum fram en þeir eru pínu vandræðum hér. Ég er mjög hrifinn af Ísaki, hann er númer 33 og er með Jabbar-gleraugun líka. Já, hann það er rétt. Gamla Lakers-legendi. Fer all inn í þetta. Já, hrifinn af honum. Og hann er líka búinn að vera standa sem er príði hérna. Já, duglegur að koma upp og styðja við hann Gunnar. Þeir eru eiginlega hérna bara tveir á kantinum. Já. Berast lítið svæði. Þeir eru mjög framalega hér bakverðinni hjá Fjölnismönnum. Það er gaman að sjá Fjölnisliðið spila. Það er greinilega búið að æfa vel og þeir virðast vita hverju þeir eru að leita eftir í sóknarleiknum. Það koma svona ákveðnar færslur og þeir eru að ná að opna keflingana, sérstaklega hérna hægra megin. Já. ...41 mínúta liðin af þessu leik, staðan 1-1 og mark Njarðvík Keflavíkur kom á 14. mínútu. Það var leikmaður númer 10, Adam Árni Róbertsson sem að skoraði það mark. En Fjölnismenn náðu að jafna leikinn hér á 37. mínútu þegar Jordi Panik skoraði glæsilegt mark. Vinstra megin úr tegnum. Klíndar hann það upp hægra megin, hægri skeytinn og óverjandi fyrir Sindra. Og þá kemur engast hjá Njarðvík Keflavík. Sindri sem tekur það. Samúel
með fyrirgjöfina, fínn bolti, hættulegur bolti en þetta tekur Jökull í markinu. Jökull fljótur að koma inn í leik. Rúnar, flottur Rúnar, vinnur boltan. Og Ísak sýnist, ja, finnur hér samherja. Gunnar Orri, hver annar. Langa sendingu hér yfir á Jordi Panik en þessi var ekki góð. Já, Keflavík dotti svolítið út úr þessu núna síðustu mínútur og hérna Fjölnis verið svona ná nokkuð góðum tökum á þessu en Já, byrju nú við. Leið og þú nefnir þessu orð þá fá þeir hér líklegt upplaup. Já, Já, og pressa hér vel. Halda áfram. En Fjölnismenn spila vel úr þessu, allavega hingað til. Og vinna boltan strax aftur. Hér koma þeir, keyra þeir upp. mikið pláss hérna hægra megin. Gunnar Orri tekur Já, en og sendir boltan frá sér. vel gert hjá Eið að koma og hjálpa. Sendingin ekki nógu góð eins og er. Ísak aftur á Gunnar. Gunnar heldur honum inn á Rúnar á mótunum. Og hann kloppar hann fyrir gegnum og aukaspyrna. Þetta var frábærlega gert hjá Gunnari Orra. Skemmtilega gert og hann fær sennilega gula spjaldið Rúnar fyrir að taka niður hérna. Já, Léttleikandi og skemmtilegur leikmaður Gunnar. Hefur bara átt afbragðsleik það sem af er. já. Sá hérna að Rúnar var fullflattur hérna með opið klofið og hann spynti boltanum hann í gegnum klofið á honum og komst fram hjá honum. Og Rúnar gat ekkert annað gert heldur en brotið á honum. Það hefur verið komið einn í gegn. Mér finnst Keflvíkingarnir mætti vera duglegir að hjálpa Rúnari í þessari stöðu. Já, það hefur svolítið verið einkennandi hérna í fyrri hálfleik að hann er að lenda svolítið einn og einn. Ekki fengið hjálp og hér kemur sending út en þetta er vel lesið. Ingimundur las þetta vel. Já, og haldur áfram pressunni hérna, Ægir. Rúnar eitthvað skakkur eftir. Brotið þarna á hann, liggur eftir. Hér er fyrirgjöf. Og Það var Ásgrímur með aftur fyrirgjöf og þetta er Samuel sem nær að bæja hættunni frá í bili. Tómas og Sindri. Keflvíkingarnir hljóta nú þurfa að koma boltanum út og láta athuga með Rúnar. Nei, þeir gera það ekki. Þá gera það Fjölnismenn það ekki heldur. Nei. Hann er staðinn upp. Þeir hljóta nú að sækja við hér, kemur boltinn. Út af með boltan. Setið nú boltan út af, já, ok. Það var vel gert. Já, vel Hann gert. er ekkert að sækja boltan út af, hann heldur bara áfram. Og Adam reynir að koma boltanum allt of seinna að koma boltanum hann á Tómas. Virkilega vel gert hjá Ingimundi. Hann vildi ekki hlusta á mig og setja boltan út af, hélt áfram og gerði þetta vel. Adam hefði þurft að koma sendingun út af kantinn, þá hefði verið í góðri stöðu Keflvíkingar. Já, spurning hvort að það sé að koma í baki að núna. Enn og aftur er Gunnar komin í góða stöðu 1-1. Og þessi bolt út af. Og núna geta þeir skipt. Og er það ekki bara Sigurbergur? Eða hvað? Já, þeir kíkja nú sjálfsagt fyrst á Rúnar á hvort hann getur haldið áfram á þenni ákvað að skipta. Hann er nú, veit að því að hann er búinn, segir hann. Hann er búinn, segir hann. Já, það er ekki ólíklegt að Sigurbergur Bjarnason kom inn á. Hann hefur spilað marga leiki í sumar fyrir Keflavík í byrjunarliðinu. Mér sýnist hann að kalla Andra Þór. Andri Þór Unnarsson. Já. Sýnist hann líka, jú, Andri er að koma. Andri grjótarður. Vardamaður. Lætur vel finna fyrir sér. Já, Rúnar. Það er því miður að segja þetta gott. Já, ekki gaman að þurfa að koma út á í úrslitaleik. Það er aldrei gaman en sérstaklega ekki í úrslitaleik. Nei. Hundfúll, en það var þetta, já kannski ekki meiddist þarna á ekki skemmtilegu mómenti. Fá dæmdu aukaspyrnu á sig og gulspjald. Og meiða svo í kjölfarið. Og þá kemur Andri Þór inn á. Þá kemur spyrnan, Sindri, grípur þennan örugglega. Þarna hefði
sýndist nú að Ásgrímur Þór hann tíma þetta örlítið betur og hann geta komist inn í þennan bolta. Það var að Tómas boltinn út af og Njarðvík Keflavík á engast. Já, Fjölnismenn hafa ekki náð að ógna nógu mikið í hornspyrnunum sínum. Nei. Hér Gunnar Orri, títtnefndur. Hann keyrir hérna upp og hérna Sindri sem að Sindri hjálpar honum vel hérna. Mér sýnir Sindri vera komin í vinstri bakvörðinn og Andri hafi farið hægri. Já. Keflvíkingar leysa það þannig. Ísak missi boltan, Adam, nei, Ingimundur segi ég. Hann að snúa, hann á að klafsa boltan að áfram eitthvað en Fjölnismenn vinna boltan, Ægir. Vel gert hjá Andra Þó. Hér Tómas þvílík snöggur og Andri. Ekki langt frá því að ná þessu bolta en Jökull las þetta vel. Já, góður sprettur hjá Tómasi. Hann er svo pílað þarna hinum megin. Á hægri kantinum hjá Keflvíkingum. Ágætis bolti fyrir en hann vantaði aðeins upp á. Já, og þá flautar dómari leiksins til loka fyrri hálfleiks. 1-1 hér í Reykjanesbæ, Keflavíkurvellinum, Nettovellinum og það var Njarðvík Keflavík sem skoruðu fyrsta markið á 14. mínútu og þar var að verki Adam Árni Róbertsson en á 37. náðu Fjölnismenn svo að jafna og þar var að verki Djordi Panik og þar við sittur hér í fyrri hálfleik farið alls ekki langt, við ætlum að taka okkur stuttli og komum svo með seinni hálfleikinn vonbráðar. Ég ber virðingu fyrir foreldrum mínum, nágrannanum og brjálaða bílstjóranum í umferðinni. Ég ber virðingu fyrir umhverfinu og samfélaginu. Ég ber virðingu fyrir Kötu Jóns, Hemma Gunn og öllum þeim sem ruddu brautina fyrir knattspyrnu á Íslandi. Ég ber virðingu fyrir andstæðingnum. Dómarunum, áhorfendum, Ég ber virðingu fyrir leiknum. Leiknum. Borgun. Virðing fyrir leiknum. Meat and Cheese, pítsan sem allar hina pítsunar öfunda, enda vinsælasta pítsa. Dominos. Og þau fara saman heim til hans, hún fyrir eitthvað rót í ruslinu og finnur ólíktupróf. Var það jákvætt? Veit það ekki. Ég er ekki bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Þá þurfum við bara að gera það. Svona á Sjónvarp að vera. Þú fær Sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. You have 36 hours to eliminate all the targets on this list. Or they will eliminate me. I spent my whole life setting people up to die. Doesn't set you up to live. Mechanic Resurrection. They're relentless, aren't they? So am I. Frumsýnt 9. september í Sambíónum. Hvort sem þú vilt dotta í makindum yfir dagskráni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki, sér Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta. Opel Astra bíll ársins í Evrópu. Fáðu meira en þú átt að venjast. Opel hjá bílabúð Benna. Fáðu þér litríkan Sony Xperia XA og fáðu flotta New Balance 410 strigaskó í kaupæti. Láttu vaða, skelltu þér á síma og skó. Sony Xperia XA og New Balance. Algjörlega ómissandi með leiknum. Dominos. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynnt hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og þar hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það margborgar sig.
Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf fer að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Samfinnkinnir. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. We've lost both engines. Cactus 1549, do you need to return to LaGuardia? We can't make it. We're going to end up in the Hudson. Simulations showed that you could make it back to the airport. Not possible. If he had followed the rules, we'd all be dead. What if I did get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers? People call you a hero. I don't feel like a hero. Sully. Forsýnd helgina. Ég ber virðingu fyrir foreldrum mínum, nágrannanum og brjálaða bílstjóranum í umferðinni. Ég ber virðingu fyrir umhverfinu og samfélaginu. Ég ber virðingu fyrir Kötu Jóns, Hemma Gunn og öllum þeim sem ruddu brautina fyrir knattspyrnu á Íslandi. Ég ber virðingu fyrir andstæðingnum. Dómarunum, áhorfendum. Ég ber virðingu fyrir leiknum. Leiknum. Borgun. Virðing fyrir leiknum.
Jæja, orðugóður verið velkomin aftur að skjánum. Sporttími með ykkur hér á nettavellinum og hér er að fara fram bikarúrslitaleikur í öðrum flokki karla. Njarðvík sameiginlið Njarðvík Keflavíkur gegn Fjölni. Og staðan 1-1 í þessum leik. Bói, þetta var bara fínasta skemmtun fyrir hálfleikur. Já, það var, þetta var líflegur fyrir hálfleikur og Fjölnismenn voru að skapa sér þó nokkuð á mjög góðum færum. Keflavík fengu einhver og nýttu eina hornspyrnu. Við getum ekki kvartað, þetta var bara fínasta skemmtun. Já, ég fekk mér heyrði einum góðum Fjölnismanni. Fekk nokkrar upplýsingar um liðið. Hallur Ásgeirsson, hann er að þjálfa í Fjölni og þekkir vel til þessa drengja. Hann segir mér einmitt að Hallvarður, hann er númer 23 á bekknum. Hann er sonur Sigga Hallvarðar heitins. Já. Spurning hvort hann kom inn á við sáum hérna samt skiptingu eða ekki? Kom ekki skipting, kom ekki Sigurbergur inn á núna? Sigurbergur komur inn á fyrir Samúel Trausta. Samúel eitthvað meiðslar hjá hann og Sigurbergur Bjarnason kominn inn á. Sigurbergur Bjarnason, sonur Bjarna Jóhannssonar, þjálfara. Já. Nákvæmlega. Við förum í ættfræðina aðeins. Já. Svo var hann að tala hér að Sigur, ekki að fara yfir þetta, en þeir tala að Torfi, sem spila miðvörð hjá Fjölni, hann er búinn að vera í hóp, alltaf búinn að vera í hópi á meistaraflokknum. Hann er framtíðarleikmaður hjá Fjölni. Það er síðasta umferðin í Pepsi-deildinni náttúrulega og Fjölnismenn eiga náttúrulega möguleika á Evrópusæti. Þannig að þið kannski er ekki að hleypa kannski ungum að í næsta leik, síðasta leiknum. Hér eru Keflvíkingar að halda boltanum. Benedikt og Anton Freyr hér í miðvörunum. Andri Þór kom inn á í fyrri hálfleik þar sem að Rúnar meiddist. Hann er hér númer 5, pressar hér á Panik. Tómas pressar vel, vinnur boltan. Andri spyrnir boltanum inn um miðjuna. Beint í fætinni á Kristjáni Erni. Fjölnismenn stinga boltanum inn fram og þetta fer af Antoni Frey og í lúkutinn á Sindra. Og er Ísak Atli sem er númer 33, leikmaður þinn hérna. Hann er líka búinn að vera í hóp hjá, hann hefur verið meira minna í hóp hjá meistaraflokknum líka. Já. Þannig að þetta eru allt ungir og efnilegir strákar sem að fá væntanlega séns inn í Pepsi-deildinni áður við vitum af. Hér koma þær, Gunnar stingur boltanum inn og það er rangstaða. Þarna var ekki Ásgrímur Þór sem var rangstaður. Sýndi það. Ég sá það ekki alveg. Jó. Ásgrímur Þór örlítið of snöggur þarna. Gunnar Þór með ágætis hugmyndasendingu. En línuvörðurinn sá við honum. Já, línuvörðurinn sá við honum. Já, Gunnar ætlar að byrja þetta svona að manni finnst eins og hann var í fyrri hálfleik. Hann var helviti sprækur. Já. Hann var að gera hann lífið leitt. Þessi bolti út af. Það kemur enga steð aftur
En nú það Njarðvík Keflavík sem eiga engastið. Samkvæmt, já, hvernig þetta hefur gengið hjá Njarðvík Keflavík í þessari bikakeppni þá má alveg búast við framlengingu. Því það hefur, já, allir leikirnir farið í framlengingu sem þeir hafa spilað í bikakeppni hingað til. Og jafnvel vítaspyrnu. Já, og hér koma þeir upp, Ægir upp hægra megin. Anton Freyr pressar á hann. Ægir kemur boltanum hérna út. Og Georg tekur skotið, en hann er ekki nógu miklu krafti á þetta. Og Sindri grípur þennan örugglega. Vel gert á fyrirliðanum. Góð skotfinta og fór yfir á hægri og hann rann aðeins hann. Já, rann og skotið mátt lítið. Þetta var Keflavík ágætis pláss til að spila. Ekki með fyrirgjöf, ágætis fyrirgjöf. En þeir ná að bæja hættinu frá Þorfi, þarna vel vakandi. Mikið bíl hérna hjá Keflavík milli varnan og miðju. Sigurbergur gerir vel hérna og býtur nú við. Þarna fer Ásgrímur full harkalega í Sindra, sýndist mér. Þessi bolti út af, Sindri staðinn fæddur. Hann ræðir hér við Ásgrím. Ásgrímur er löngu búinn að missa boltan þarna þegar hann fór í Sindra. En hann lætur spjaldið af sig með þessu sinni. Andri Þór með langt innkast. Upp í hornið. Aftur fara boltan og þessi bolti vel framhjá. Já, Andri flengir honum hann lengst út af. Já, menn voru ekki alveg að tengja við þetta langengastafn upp í hornið. Hefðu mátt elta þetta þó þetta hafði ekki farið beint á leikmann. Já. Setja smá press á Fjölnismennina. Láta það kljást upp boltan. Láta það taka ákvörðun. Tómas pressar hérna. Þeir vinna boltan. Andri. Boltin út af og Fjölnir á engast. Og Ægir gerir þetta vel. En missi boltan hann örlítið frá sér. Þarna gerði, það var ekki Benedikt sem átti þessa. Fín vörð hjá Benedikt, las þetta vel. En er fljótir að vinna boltan aftur Fjölnismenn. Mikil barátta hérna. Og það var Ísak. Það gerir Ísak, reyna að stinga boltanum inn hérna. Og hér er aukaspyrna. Stórhættuleg stað sem að Fjölnismenn fá. Dómari leiksins reynir að róa leikmenn. Ísak Atli liggur eftir. Já, KF Njarðvík eru bara aðeins undir hérna á miðjunni. Töpuðu klafsið hérna og Fjölnismenn komast í ágætis stuðu þar sem var brotið á honum. Já. Þeir fengu nú aukaspyrnu á svona svipuðu færi í fyrri hálfleik og þá reyndur ykkur útvæslu sem að það var eyðilagt fyrir þeim. Var eyðilagt fyrir þeim. Já, dómarinn var ekki tilbúinn. Já, og síðan kom spyrna sem að fór og já, hún var aldrei líkleg. Hún langt yfir eiginlega. Georg er að gera sig líklegan til þess að taka þessa spyrnu. Sindri tilbúinn í markinu. Hvað gera Fjölnismenn hérna? Georg með skotið en Sindri les þetta vel. Já, þetta var þægilegur bolti fyrir Sindri. Það ítir Sindri mönnum hérna framar. Það er svakaleg spyrna hér. Já, löng spyrna hjá Sindra. Og þeir halda boltanum. Eiður Snær með skot. Vel framhjá, nei, ég segi langt frá markinu og þetta var hann Jökull með allan tíman. Já, Eiður getur skotið á markið en þetta var kannski full mikið. Það er góða. Aðeins svo langt frá. Ásgrímur með langa sendingu. Reynir að hitta á Panik. Gekk ekki upp. Fjölnismenn halda boltanum aftur á móti. Í nokkra sekundur. Og þá er Njarðvík Keflavík búinn að vinna boltan. Hættulegur bolti tilbaka. En Sindri sér við þessu. Hér er Sigurbergur. Fer hérna á miklu kappi og vinnur boltan. Vel gert hjá Sigurberg. Og áfram með mikil barátta. Vel gert hjá Ingimundi. Og hér er brotið á honum. En leikurhráttinn halda áfram Sigurbergur. Hann er að stinga honum hérna en
Þetta var samskiptaleysi hérna milli hans og Adams. Það var að Kristján Örn kemur boltanum tilbaka á Ísak Leó. Það var Torfi fyrirgefðu, hérna er Ísak Leó. Og Ísak Leó kemur boltanum með áfram á Sigurjón. Sigurjón er vel spilandi. Ægir neglir boltanum hérna út á hægri kant. Já, frábær skipting hjá honum. Það er Gunnar. Kemur Ísak örugglega með utan á hlaupið. Gunnar svakalega snöggur komin hérna upp að endimörkum. Hann heldur boltanum inn og gefur boltanum út en þeir ná að bæja hættinu frá. Og Adam tekur boltan niður, missir boltan frá sér. Og Torfi vandanum vaxinn hérna og heldur boltanum. Já, það virðist alltaf eitthvað gerast þegar Gunnar fær boltan. Já, hann er býtur nú við. Fiskar hérna aukaspinnu. Ásgrímur Þór eitthvað að vill fá eitthvað meira þarna. Hvað væli verið að peysutói. Það var að Torfi sem að sýnist mér, nei, Torfi er komin inn í teginn. Þetta er sé ekki, þetta er Ásgrímur sem er að taka spyrnu. Já, Ásgrímur með sendinguna og það er Anton Freyr sem er nær að bæja hættinu frá í bili. Vel gert hjá Andra. Tómas keyrir hérna upp, glæsilega gert, það er allt opið hérna. Hann er kominn einn í gegn. Ingimundur og frábær varnarvinna hjá Ísak Atla þarna. Ingimundur var þarna einn í snertingu frá því að vera kominn bara einn á móti markmanni. Já, virkilega vel gert hjá Tómasi. Skemmtileg fótavinna og góð sending. Já, mjög góð sending. Ingimundur var hálsbreyti frá því að komast hann í gegn. Og hér er Tómas, hann er snöggur, komur upp endamörkum, gefur fyrir og Torfi nær að bæja hættinu frá. Já, Tómas búinn að vera samanskapi líka sprækur á hægri kantinum hjá Keflavík og það virðist, það kemur úrslið þegar hann fer af stað. Keflavík þarf að reyna að nýta sér það betur og fara oftar á hann. Koma boltanum oftar á hann. Eiður búinn að vera með fína spyrnur í hornunum. Spurning hvort að Keflavík Njarðvík fari eitthvað út þessu. Já, hér eru fylgismenn farin að hita upp. Ekki með spyrnan, frábær spyrna og það er enginn á fjarstöng hérna fyrir yfir Jökul og enginn til þess að taka þennan bolta og unnar allt annað en sáttum við þetta. Þannig hefur bara einhver þurft að taka sénsinn á fjær og þá hafði hann verið í góðu færi. Já, þetta var þetta ekki Benedikt sem var Benedikt hefði átt að fara fjarstöngir hana. Já, hann kom alltaf eitthvað í humátt að þessu og hérna markmaður Fjölnis Jökull mista hann yfir sig. Já. Og Ingimundur Keflvíkingarnir eru núna sjáið hérna Eiður Snær ekki sáttu við þessa tæklingu og hér eru þeir komnir og býtur við, er þetta ekki inn í teg? Nei, þetta er fyrir utan teg, ekki dæmt. Sýndist það nú bara ídánum hana með báðum höndum. Já, Sigurbergur, hún fær á aukaspyrnu. Það færa smá hiti í þetta. Já. Fannar þarna, keyrði inn í völlinn, vill komast á hægri fótinn. Var stjaka við honum, ég er ekki viss þetta hafi verið aukaspyrna. Nei, hann er kannski búinn að missa jafnvægið. Og dómarinn með góð tök á þessu leik. Keflavík hefur verið að fá sín hættulegustu færi eftir svona, spyrna frá Eiði. Já, og förstur leikatriðum, en þessi bolti beint í hendunar á Jökli. Og Ásgrímur Þór. Fljótur að setja þetta í gang. Já, og það er Gunnar. Og gefur boltanum að Penning, og hann er snöggur. Hann keyrir hérna, en sjáu þetta, góð varnarvinna þarna hjá Sindra. Já, Sindri líka mjög kveikur. Náðu að stíga fyrir hann og bæja þessu frá. Bæja hættunum frá. Þá er það Ásgrímur aftur með hornspyrnuna, hann er spyrnumaðurinn. Andri skallið hennan í innkast. Andri Þór
Unnarsson kom inn á í fyrri hálfleik fyrir Rúnar Þór Sigurgeirsson sem að meiddist. Keflvíkingandi búin með 2 skiptingar. Samuel Þór Traustason kominn út af og Sigurbergur Bjarnason kom inn á þess stað. Stofan flikkar honum þarna. Sindri grípur þetta vel. Sindri með frábæra sendingu hér. Glæsileg sending á Fannar. Hvað gerir Fannar? Tómas alveg laus hinum megin. Fannar. Nei, þessi bolti tapaðist og... Já, vel gert hjá Eið. Já, þeir halda boltanum heim megin. Boltanum komast út á kantinn og Tómas. Tómas, hvað gerir Tómas? Hann hér fyrir utanvert. Gefum boltanum fyrir. Ó, hælspyrna! Víling! Þetta var skemmtilega gert hjá Ingimundi Haroni. En boltinn rétt framhjá. Já, þetta var skemmtilega gert. En eins og við höfum sagt áður, þá þurfa Keflvíkingarnir að koma boltanum oftar út á Tómas og þá gerist eitthvað fyrir þá. Já, þetta var... Þetta í hug líka bara. Það var gott hugmyndarlög hana. Já. Vel gert já, var þetta ekki Eiður sem kom boltanum út á Tómas? Jó. Frekar en Sigurbergur? Jó. Þá koma félagsmenn. Missa boltan, Klaufa út af. Og Njarðvík keyra hér upp. Adam biður um boltan, fær hann ekki. Boltinn í innkast. Heimamenn eiga innkastið. Kemur löng sending, há og löng. Þessi bolti beint í hendurnar á Jökli. Hann tekur sér góðan tíma. Jökull með langa spyrnu. Innkast sem að Njarðvík eiga. Fimmtán mínútur liðnar af þessu leik, cirka. Vel gert hjá Ingimundi þarna. Samanskap ekki, góð spyrna hjá Sindra. Beint í innkast. Það byrjaði að hvetja í stúkunni á Keflavík Njarðvík. Já, 15-16 mínútur liðnar af þessu leik. Og hér er gott rönn hjá Gunnari. En hann missir boltan aðeins og langt frá sér og varnarmenn hjá Njarðvík fljótur að pikka þennan bolta upp. Ára Benedikt með langa sendingu fram. Gunnar tekur boltan niður. Sér langur fram, Ægir og Anton í baráttunni. Ásgrímur nær að halda boltanum. Panik, Jordi Panik á móti Andra. Kemst fram í honum, sendi fyrirgjöf. Ægir, hvað gerir Ægir? Hann heldur boltanum vel hana. Fyrir vel með boltanum og reynir að fiska vítaspyrnu þarna en ekkert dæmt réttilega. Datt þarna. Vel gert hjá Benedikt. Hér er Tómas, hann er gríðarlega snöggur. En þessi bolti af varnarmanninum Ísaki Leó. Og þeir ná að halda boltanum innan liðsins. Og að Eiður kemur boltan tilbaka á Anton. Anton með sendingu á Andra sem að kemur boltanum á Benedikt. Já, þeir ná að halda boltanum ágætlega innan liðsins eins og staðan núna. Sigurbergur, Andri með klaufalegt touch þarna og missir boltan út af. Finnir Ægir gríðarlega sterkur. Taklan hér hægra og vinstri og Ingimundur brotlegur. Já, skemmtilegur snúningur þarna Ægir. Þannig að losa sér veitt Keflvíking og komin í ágæti stöðu þarna á hann að tekið niður.
Reynir hann skot, hann Kristján Örn gengur ekki upp og þá það Fannar geysist hérna upp vinstri kantinn. Kristján eldir hann, vel gert hjá Fannar en vítur nú við. Þeir missa boltan hérna á hættulegum stað, 4-4. Og þetta galopið 4-4. Sigurbergur og Sindri búinn að skila sér tilbaka og klaufalega gert hjá Fjölnismönnum. Rangstæðir hérna, það engast. Hann missir boltan út af, já. Fannar helst til og seinna að koma á boltanum á Samirið þarna. Og Keflavík tapaði boltanum og Fjölnir fekk stöðuna 4-4. Nýtt hana illa. Og það var að Sindri ekki reynt mikið á markmennina hérna í seinni hálfleiknum. Það er nokkuð öryggi bara í þessum fyrirgjöfum en ekki fengið svona alvöru skot á sig. En þessi leikur á eftir að opnast meira. Það er alveg pottið, við þurfum að fá fleiri mörk í þetta. Gunnar keyrir inn á miðjuna, gefur boltanum á Georg. Georg nær ekki að halda honum. Ingimundur. Mikil barða hérna. Hér Darradans og Ingimundur, já líklega brotlegur hann rétt á undan. En réttlættir hann ekki hitt brotið líka. Dómarinn dæmdi hérna á Njarðvík Keflavík. Djordík Panik svaraði fyrir sig hérna. Og hér Ægir, tekur boltan niður, leggur hann út. Hvað gera þeir? Fjölnismennirnir missa boltan frá sér. Og hvað? Þetta er ennþá hætta. Ásgrímur aftur við fyrir gjöf og skalli en þar er enginn til að taka við þessu. Og ennþá hætta hér inn í teig hjá Njarðvík Keflavík. Boltinn út af og Fjölnismenn eiga engast. Já, Ægir hérna sterkur inn í teignum. Notaði skrokkinn vel og hérna skapaði hættu. Þetta hefði getað endað með marki. Já. Ég ætla að Ísak að koma með langt innkast. Já. Boltinn skoppar inn teig þessi. Það var ekki góð spyrna þarna hjá. Þetta var Eiður. En það kom ekki sök. Njarðvík Keflavík eiga þetta innkast. Ísak skalla boltan. Andri skalla tilbaka. Sigurbergur. Skallar hann áfram. Sigurbergur vinnur þetta vel. Já, vel gert Ingimundur. Nú Fjölnismenn brotlegir. Nú var Torfi brotlegur. Spurning hvort að Keflavík Njarðvík ná að nýta sér þetta. Þeir hafa verið hvað hættulegastir í svona. Já, fyrstu leikatriðin hafa reynst þeim vel og spurning hvað þeir ná að búa til þessu. Spyrna hérna fjær. En Fjölnir að skalla þetta. Ingimundur klaufið þarna, missir boltan. Ásgrímur keyrir hér upp. Já, fín varnarvinna hérna hjá Sindra. Já. Keflvíkingar gera oft vel, vinna boltan en síðan þá að fara að losa hann á næsta mann þá heppnast sendingin og Fjölnir ná að halda boltanum. Já. Og Tómas koma boltanum að Fannar, gengur ekki upp. Hér að koma skipting hjá Fjölnismönnum. Leikmann númer 28, Ingibergur Kort Sigurðsson að gera sig kláran. Hér Ísak með fyrirgjöfina en Anton segi ég, kemur boltanum frá. Torfi, segi ég, Sindri. Klaufið hérna, kærulaus og Ísak keyrði hérna á hann og vann innkast. Já, þetta var vel gert að Ísak setja pressa á hann strax. Ásgrímur að koma út af. Og inn á kemur Ingibergur Kort.
Hann eitthvað að haldra þarna. Hann Ásgrímur. Ná kemur Ísak með enn eitt langa innkastið. Og Ægir skallar hann áfram. Og Benedikt náði að koma boltanum aðeins lengra og Andri klarar þetta svo með að koma boltanum í innkast. Sem að Fjölnir á. Sigurjón með langt innkast. Ingibergur spyrnir boltanum fram. Þetta í 70 mínútur hér í þessum leik. 20 mínútur rúmlega eftir. Kefnjar hefur gengið ágætlega að eiga við það sem að Fjölnir hefur haft upp að bjóða í föstum leikaðdröfum, hornum og engustum. Hefur náð að vera fyrstir á boltan yfirleitt. Já. Lítið skapast fyrir Fjölnir í þeim efnum, en hér Andri glæsilega gert. Tómas lausinn á kantinum og þetta aukaspyrna. Það hlýtur að vera. Andri. Aukaspyrna og gult spjald. Já, Andri lét hendur fljúga þarna. Ekki sáttur að steiga höndina á honum örugglega. Samaskapi, vel brotið hjá Gunnari, hæg á sókninni bara. Þeir voru komin í mænlega stuðu þarna. Já. Andri bara að passa sig. Hann má ekki láta Kapi bera sig fegurinn ofurliði þarna. Hann má ekki lemja frá sér. Nei, þau geta líka fengið gult spjald. Það var að Torfi, nei ég segi Eiður Snær sem að tekur þessa aukaspyrnu. Fjær skalli en þetta Jökull með allan tíman. Það var að Benedikt sem vann þetta skallægin við þarna á boltanum fyrir en Jökull sá við honum. Greinilega æft hjá Keflavík Njarðvík. Koma boltanum hann á fjarstöng og það Fjær og þar á eiga að skalla hann inn í. Vel spilað á Keflavík. Og hér Adam og stingur honum inn og hvað Jökull nær að grípa inn í hennan. Á fín sókn á Kefnjar. Já. Já, Njarðvík Keflavík vilja meina þetta á víti þarna. En mér heyrist þeir vera ósátt við að Marpan hafa lagt boltan niður og tekið hann svo aftur upp. Já. Línu verður farið bátt fyrir. Smá árundum Keflingi og Njarðvíkinga. Já. Láta vel í sér heyra. Hér innkast sem að Fjölnir á, aukaspyrna. Öllu heldur. Já, brotið þarna áður. Það koma Akkelismenn. Sigurjón. Og Andri brotlegur þarna. Brýtur á Gunnari. Spurning, maður hefnaði sín aðeins þarna. Eftir brotið þaðan. Andri grjótarður varnarmaður og límir sig alveg á hann. Þetta finna fyrir sér. Já. Var ekki pappa hans varnarmaður? Ég veit ekki með pappa hans, en bróður hans spilaði nokkuð leiki fyrir meistar á Keflavíkur, Unnar. Já. Já, hann varnarmaður, ekki? Jú, hann varnarmaður. Það var það. Hér boltinn inn í teginn, Ingimundur. Já, hún skapar svolítið pláss fyrir Keflavík Njarðvík til að spila. Spurning hvort hann ná að tengja nokkra sendingar. Já, Adam komin í góða stöðu. Já, hér Tómas Frýr. Hann gríðarlega hraður. Hvað gerir hann fyrir utanverk? Kemur boltanum fyrir en það enginn á fjarstöng og boltinn líka aðeins og fastur og nálagt markinu. Já, þarna hefði Tómas mátt gera aðeins betur. Fyrirgjöfin hefði þurft að vera aðeins betri. En þetta var fín sókn á Keflavík.
Það var það Sindri, kemur boltan tilbaka á Anton tekur hann í fyrsta þarna, Hálfdán innan liðsins en missa hann hérna. Fljótir samt að koma í bakið á þeim. Andri Fjölnir heldur boltanum hér. Þetta býtur nú við, Ísak taklaði hennar bolta og Keflavík Njarðvík eiga þetta innkast. Koma Fjölnismenn. Ægir fer vel með boltan. Góða leikmaður. Kröftugur drengur. Já. Hér Ísak fyrirgjöf en Anton boltinn dettur út fyrir fyrirlegan. Hvað gerir hann? Tekur skot með vinstri og boltinn detta hérna fyrir Ægir skorar og kemur þeim yfir 2-1 fyrir Fjölni. Klaufalega gert, óhefni þarna að fara af hælnum af varnarmanni Njarðvík Keflavíkur og dettur þarna fyrir Ægi. Já, Ægi var fyrstur átt að sjá þessu. Skot í varnarmann Keflavík og hann hrekkur fyrir Ægir og Ægir gerir þetta vel. Já, hann sterkur, hann að halda bolta. Hver var þetta sem átti skotið þarna fyrir þann teg? Það var Georg. Tók hann það með vinstri, fyrirliðin. Fór í leikmann Kefni Arf og rökk fyrir Ægir. Ægir snýr sig við og sett hann skemmtilega inn. 2-1 Fjölnir. 75 mínútur liðnar af leiknum. Já, nú þarf Kefni Arf að bregðast við og setja svolítið augnapress á Fjölnir til að gera svolítið leik úr þessu. Viljum fá þetta í framlíkingu eða hvað? Jú. Þú vilt fá þetta í vító, minnst? Já, í vító. Þú vilt fara með þetta alla leið. Ekki spurning. Við sjá hvað Njarðvík Keflavík gera. Þetta rauninni svona fyrsta alvöru færi sem Fjölnir færi hérna í seinni hálfleik. Já, hann hefur ekki verið aftur opinn og mikið marktækifæri í seinni hálfleik. Hér Ingimundur, kemur boltanum inn á Tómas, hann stórhættulegur. Hvað gerir hann hérna? Nei, hann ekki að komast í gegn. Þeir eru tvímenn á hann hérna. Já, Tómas á að keyra á hann. Já, hann hlýtur á aukaspyrna. Já. Þetta er rétt. Þeir eru í vandræðum með hann á að keyra á þá. Notar hraðan sinn. Fimmtán mínútur eftir af þessum leik. Venjulegum leiktíma. Staðan 2-1. Fjölnir í vil. Fjölnir að fara að verja titilinn eins og staðan núna. Spurning hvað Eiður gerir núna. Eiður með fína spyrnu. Þarna voru aðeins of seinir hérna Anton. Ég vil meina að þetta hafi verið frábær spyrnu hjá Eið. Já, sammála því og bara örlítið of seinir hérna. Anton Freyr náði ekki í þennan bolta, var hérna næstur þessu. Vantaði eitthvað að trúa á að keyra á markið. Hér Anton aftur í aksjón og hér Ægir sterkur. Og Ægir stingur honum inn en glæsileg varnarvinni á Antoni. Og vel varist í Antoni. Sýnist Keflavík ætla að fara, Keflavík Njarðvík að fara að gera breytingu. Bjarni að koma inn á. Já, Bjarni Fannar Bjarnason. Stór og stæðilegur drengur. Lætur vel taka til sín. Lætur vel finna fyrir sig. Fyrir hvernig hann að koma. Þeir klári ekki hornið og skiptir svo inn á. Ægir. Og hann tekur hérna. Já, Ægir með skemmtileg tilþrif. Já. Reyndi þarna eitthvað stórkostlegt en það gekk ekki upp. Skipting. Og kemur Fannar Þór. Kemur út af. Vinstri kantur. Og leikmann nr. 21 Bjarni Fannar Bjarnason. Fannar Þór, bróðurna Jónas Gunnar Sævarssonar sem að spila með meistaraflokki Keflavíkur. Já. Hefur átt nokkrar ágætisrispur. Það var kannski vant á svona að binda endanútin á þær. Þetta var lokaskiptingin hjá Njarðvík Keflavík. Já. Ekki þrjár skiptingar bara. 3 komnar. Gerðu 2, eina í hálfleik og eina í fyrri hálfleik. Já, og báðar svona
skiptingar sem þeir ekki vilja gera, eða vilja sleppa við það. Já. Eiður reyna að hvetja sína menn áfram. Þessi bolti út af. Keflavík eiga engastið. Andri með langt engast. Fjölnismenn Sigurbergur klifraði hátana, vann boltan. Ingibergur Kotu Sigurðarsson hérna fremstur. Hér horbolti. Þeir halda þessu. Nú þurfa að koma boltanum yfir á Tómas. Já, þetta vel gert hjá Sigurbergi. Kannski spurningu aðeins svo mikið hjá honum hérna. Aðeins svo mikið, hann átti að setja inn út að hægri. Tómas var mikið pláss. Hann reyndi sjálfur. Misti boltan langt frá sér. Kristján Örn. Og það Keflavík Njarðvík að koma aðeins fram á og setja smá pressa þá. Já. Taka smá séns. Lyfta liðinu aðeins herra upp og reyna að freista þess að vinna boltan. Anton kemur boltan tilbaka á Sindra. Skiptingi á Fjölnismönnum að þeir gera sig klára hérna. Þetta er ja, sko þetta hér Fjölnismenn að stinga boltanum inn. Góður bolti, Sindri og Sveinn út og þetta er vítaspyrna. Það var klaufalegt úthlaup hjá Sindra. Já, mjög klaufalegt. Góð sendingan inn fyrir Örn Keflavík Njarðvík. Ingibergur Kot Sigurðarsson að fiska vítaspyrnu. Ég held að þetta sé hárrétt dómgæsla. Ég veit að það er auðvitað að vera vitur eftir á en ég held að það hefur verið betra fyrir Sindra að vera kjur í markinu. Já. Því að boltinn var að fara svona í hornið. Hann hefur þurft að taka snertingu og fara svo inn í tegin eða senda hann inn og það er spurning hvort einhverju varnarmenn Keflvíkinga hefði getað komið aftur fyrir boltan. Já. 81 fyrstu mínútu hérna. Það var Ægir sem að fer á vítalínuna, vítapunktinn. Ægir Jarl Jónasson og hann skorar örugglega og staðan orðin 3-1. Fjölnismönnum í vil. Já, sendi Sindra í vitlaust. Og Keflavík virðist eiga Keflavík Njarðvík virðist eiga eina skiptingu eftir. Óðinn Jóhannsson hann kom inn á fyrir Benedikt. Okay. Það eru þá 4 skiptingar vantarlega leiðar að... Já, ég ætla að vona það allan. Já, það lítur að vera. Ég er nú ekki, þó maður hafi þjálfað í öðrum flokka, ég er nú ekki alveg með reglunum á hreinu, ég verð að viðurkenna það. Óðinn Jóhannsson kemur inn á. Óðinn bróðir Ómars Jóhannssonar, markmanns. Já. Sem spila með Njarðvík núna. Spila mestallan tíman með Keflavík. Hann vantarlega þá, þeir eru að fara í 3 manna vörn. Já, Óðinn spilar vanalega sem sóknarmaður eða vinstri bakurur. Það getur leystar stöður. Óðinn var einmitt leikmaður sem að skoraði sigurmarkið, eða jöfnunarmarkið gegn Fram eftir á 118. mínútu, þannig að hann er vanur að setja mörk hér á lokamínútum. Og hér er fyrirgjöf, Andri vinnur þennan bolta. Fjölnismenn ætla ekkert að gefa eftir, ætla bara að bæta við. Þessi bolti hérna inn í tegin. Anton kemur boltanum frá. Já, Tryggvi Magnússon kominn inn á. Og hver kom út af fyrir Tryggva Magnússon hérna áðan? Það er góð spurning. Hann fór fram með mér. Já. Og það er leikmaður Hallvarður Óskar Sigurðarsson að koma inn á.
fyrir Gunnar. Það verður gaman að sjá hvort það sé jafnt létt leikandi og Gunnar er komin út af og þetta er Panik sem er að koma, Jordi Panik sem að skoraði glæsilegt mark er að koma út af. Tryggvi hérna fyrir Gunnar áðan. Og vel gert þarna hjá honum. Og hér er skot og rétt framhjá. Vel gert hjá Tryggva Magnússoni. Komst fram hjá Antoni þarna og átti skot með vinstri fæti sem var ekki nægilega gott. Nei. Og vel framhjá. Þetta er smá svona Keflavík konur aðeins með hauguna niður eftir þetta þriðja mark sem þeir fengu á sig. Glæsileg sending á Andra. Já. En hér er Tómas í barðunni, ekki dæmt. Ekki dæmt. Og býtur nú við. Hér er mikil barátta. Já, vel gert hjá Óðini. Jóhansson. Duglegur hérna, en Tómas með krampa. Já, Tómas búinn að vera duglegur í dag. Búinn að taka marga spretti. Já, það er ekki við hann að sakast. Í þessum leik 3-1 Fjölni vil og þeir með Pálmann í höndunum hér. Lítið eftir af þessum leik. Það eru 5 skiptingar í þessum leiðar. Já, þú ert komið það á hreint. Búinn að fá það staðfest. Já. Hér er Hallvarður. Hér er markaskorarinn hérna áðan. Ingibergur kemur boltanum fyrir en Keflavík koma boltanum út af. Kári hér samkvæmt áreiðanlegum heimildum Kári Jónasson þjálfari að stýra sínum síðasta leik fyrir Fjölni. Þetta er gott að enda með bikarmeistaratitli. Já. Já, Hallvarður bróður hans Aron Sig. Já. Er það ekki passað? Það passar, leikmann Tromsö. Hann ætlar að taka sig frí frá þjálfarinn Kári. Hér er fín sókn hjá Fjölnismönnum. Já, vel gert. Áræðin þarna, keyrði á hann og Sindri Kristinn var þetta nú samt nokkuð þægilega. Já. Hér eru leikmenn númer 17 Eyþór Daði Hauksson og leikmenn númer 20 Magnús Þór Magnússon að gera sig klára að koma inn á. Og 7 mínútur komnar á klukkuna. 2,5 mínútur eftir af þessum leik. Fjölnismenn með þetta í hendi. Mjög ógnandi hérna eftir að skora annað markið. Já, þeir eru bara líklegir til að setja annað. Fjórða markið, er ekki 3-1? Jú, 3-1. Þá koma bara restina liðin út af. Þetta er 5 skiptingar. Já. Nánast. Já, það verður að gefa mönnum mínútu. Úrslitaleik, ef þið geta það. Já. Þeir ætti að klára þetta. Sigurjón og Torfi, það er ekki rétt mér. Jú, sýnist það í... Nei, þetta er Kristján Örn. Mikil barátta er Fjölnismenn ætla sér að bæta við hér. Hallvarður missi boltan. Þessi bolti út af eitthvað sem að Fjölnismenn eiga. Stúkan brjáluð. Já, ég held að þetta er rétt. Mér fannst hann fara að bjarna út af. Það sé á rétt Anton Freyr. Boltanum hérna á Andra Þór.
Nú þurfa að fara að koma boltanum inn í teig hjá Fjölni og freista þess að skora. Tómas gerir það, fínn bolti. Fínn bolti, hér er Bjarni Fannar brotlegur. Já, Bjarni. Hann með olbóðan aðeins undan sér. Heldur seinni í þetta líka. Já. Það verður ekki verið þægilegt að fá þennan trukk á sig. Nei. Já, Fjölnismenn að skila öðrum bikar í hús annar árið röð og gera það hér með mjög góðum, hvað maður segja, seinni hluta seinni hálfleiks. Svona stigu á bensíngjöfuna þá. Já, þeir eru svona búin að vera heilt yfir. Já. Sterkari í leiknum, ég held að Hall ekki á neitt við að segja það. Þeir eru búin að skapa sér fleiri færi og búin að skora 3 mörk. Já, og það er aðeins, Keflavík hafa aðeins dottið niður einmitt stuttu eftir þeir fengu, eða bara eftir þeir fengu á sig annað markið. Svo eftir 3. markið í vítið þá svona slöknaði svona næstuði á þeim. Fjölnismenn er búin að vera að grimmir hérna síðustu mínútur. Já, vel spilað á Keflavík. Já. Keflavík Njarðvík. Tómas. Já, passaði að segja þetta rétt. Já, þú vilt segja Njarðvík Keflavík eða ekki? Það stendur, það er NK eða ekki? Haunu, hér kemur hálfspyrna. Unnar allt annað en sáttu við þetta, vildi fá stórmennina sína í þennan bolta. Já, boltinn var lengi í loftinu, menn sjá það og þeir áttu að gera árás á þetta. Engin spurning, rétt hjá Unnari. 90 mínútur liðnar. Láta markmanninn hafa allavega fyrir það að þurfa að grípa hann. Það er spurning hvað menn bæta við hér í auka mínútur með allar þessar skiptingar. Já, einhverjar skiptingar og hér er mikil part af hvað? Fjölnir fær aukaspyrnu. Fjölnir fær aukaspyrnu og Sigurbergur brotlegur hérna. Fjórar mínútur bætið. Já. Hvað segir vallaklukkan? Svo stóð hana? 90. Stopp í 90. Það er líklega... Já, góð uppbót. Já. Fjölnismenn vinna þetta skallið við. Eiður Snær. Já, núna þurfa Suðurnesjamenn að fara að færa sig fram á völlinn, taka smá séns. Já. 4 mínútur. Skora 2 mörk á 4 mínútur. Já, það er allt hægt, sko. Það er allt hægt. Já. Helt gert í Óðinn hérna, það vantaði eitthvað með honum hérna. Taka sénsinn, vinna í kringum hann. Kemur löngsendík fram, þeir eru hérna, já. Óðinn vinnur þetta. Tekur hælsendíku hann Adam. Það er eitthvað að fara að koma sér inn í bóksið. Hérna koma boltanum fyrir, gerir það, frábær sending! Frábær bolti. Þarna var einn á réttum stað hjá Fjölni. Og það var leikmann nr. 17, Eyþór Daði Hauksson sem var hárrétt staðsettur. Og náði að bjarga þessu. Og keyra þær upp hér. Frábær bolti hérna. Hallvarður. Já, Tryggva, sýndist mér, eða sendinguna hana. Hallvarður með fyrir sendinguna og hvað? Ekki dæmt Sindri, tekur þennan bolta. Já, Fjölnismenn voru eitthvað að leita eftir vítaspyrnu þarna. Já, það hefði verið mjög soft. Það aldrei á. Hér kemur fín spyrna fram. Já, þeir eru báðir elta saman boltan. Skemmtilega gert hjá honum. Skemmtilega gert þarna. Býtur nú við. Nei, hann fer bara í boltan. Hann fer í boltan. Glink, segir dóm. En frábærlega gert hjá Ingibergi hana snertingin sem kom fram hjá honum hana. Skemmtileg tilþrif. En þetta var það ekki Anton Freyr sem átti þessa tæklingu. Sýndist Andri koma þarna aðeins vígandi og bjarga málunum. Nú, já. Anton var leikinn grá. Það er að Fjölnismenn halda áfram reyna bæta við. Löng spyrna, Óðinn eltir þetta nær honum. Nú þurfa Bláir að færa sig fram á völlinn. Tapa boltanum hér.
Leikmaður númer 11, er ekki númer 11, það er 17, Eyþór. Já, gengur full illa að halda boltanum og koma honum inn teginn. En þá flautar dómari leiksins til leiksloka og það eru Fjölnismenn sem að fara með sigur á Hólmi 3-1 og eru bikarmeistarar 2016 annað árið í röð. Við óskum þeim innilega til hamingju með titilinn. Ég ætla að fara í viðtöl. Bói, ég þakka þér kærlega fyrir aðstöðuna. Já, takk sömuleiðis. Og við, eins og segi, ég ætla að taka hér nokkuð viðtöl og svona sjá hvað menn hafa að segja um þennan leik. Farið ekki langt.